dag ætlum við að sýna ykkur hvernig við preppum þurra húð og ég ætla að byrja á því að nota Skin Iceland Nordic Skin Peel. Þetta er sem sagt ávaxtasýru skífur sem að skrúbba ysta lag húðarinnar og taka allar svona dauðar húðfrumur og þetta er svona mýkra en flestir kornskrúbbar. Þannig að þetta er einstaklega gott þegar maður er með þurra húð. Næst ætlum við að nota Origins Maskimizer sem er svona spray sem undirbýr húðina fyrir maska. Við ætlum bara að spraya létt og næst ætlum við að setja Origins Drink Up 10 Minute Mask. Og við ætlum að bera hana á með svona maskabusta og þetta er sem sagt rakamaski sem að gefur húðinni bara ótrúlega mikinn raka á 10 mínútum. Þar sem hún er á Dekoton töflum sem að þurrka húðina ofboðslega mikið upp, er mikilvægt að undirbúa hana svona áður en við setjum farða. Og svo ætlum við bara að þrífa maskan af með rökum þvottapoka. Næst ætlum við að nota Nip and Fab Dragon's Blood Hyaluronic Shot. Þetta er sem sagt svona serum sem inniheldur hyaluronic sýru sem hjálpar húðinni að viðhalda rakanum. Þetta er einstaklega gott fyrir þurra húð og ef maður er með þurrkubletti. Næst ætlum við að nota Madara Daily Defense. Þetta krem er alveg einstaklega gott fyrir mjög þurra húð og þetta ver hana gegn vindi og kulda. Það er mjög þykkt og má nota einnig á varir og líkama. Næst ætlum við að nota Nip and Fab augnkrem. Svo ætlum við að nota svona primer vatn frá Smashbox. Svo ætlum við að nota Skin Love farðan frá Becca. Þessi farði er alveg einstaklega léttur en hægt að byggja vel upp og það er svona pigment í honum sem að fer vel og fyllir í húðhólur og hann er alveg einstaklega góður fyrir bara allar húðtypur. Svo ætlum ég að nota örlítið dekkri farða til þess að aðeins máta andlitið. Ég nota Becca Under Eye Brightening Corrector og þetta er liturinn Light to Medium og hann bara tekur allan bláma og jafnar litinn á húðinni undir augunum. Ég ætla að taka augabrúnablýant frá Max Factor. Næst ætlum við að nota Max Factor Miracle Prep augnpræmer. Svo ætlum við að nota Smashbox LA Cover Shoot paldana og við ætlum að taka þennan hérna dökkbrúna lit og blanda honum örlítið í þennan hérna kamel lit. Ætlum við að taka þennan hér svona shimmer, svolítið purple rauðan. Svo ætlum við að nota Scandal Eyes frá Rimmel í litnum Deep Wine. Við ætlum að krullána augnhárin og ég er að nota Bobbi Brown Eyelash Curler
Hún hallar svona og horfir. Og við ætlum að nota Rimmel Super Curler maskaran. Svo ætlum við að setja Becca Ultimate Coverage Longwear Concealer. Hann er alveg með góðri þykju og það sem við erum að gera svona frekar dekkri augu þá viljum við hylja svolítið vel svona undir. Við ætlum að taka Becca Shimmering Skin Perfector Liquid og við erum að nota svona kabuki bursta frá Becca og við ætlum bara að bera þetta alveg á bringuna. Og svo líka hérna á kinnbeinin. Svo ætlum við að nota sólapúðri Capri Coast. Svo ætlum við að nota svona ljósan lit sem heitir Venice Peach úr palettinu okkar og setja hann inn alveg innri augnkrok til að birta hans upp. Aðeins svo fínt. Svo ætlum við að nota Ultimate Lipstick Love í litnum Bear. Og þessir varalitir eru einstaklega góðir ef maður er með þurrar varir og þeir eru svo ótrúlega mjúkir og rakagefandi. Og svo ætlum við að nota aftur priming vatnið okkar og nota sem setting spray. Við krullum hárið með sléttjárni og svo ætlum við að nota Stylista Beach Wave Mist. Svo ætlum við að nota Stylista Pixie krímvaxið og nota það bara aðeins til að móta hárið